og fjármálastjóri sem hér í sal, fundarsal á bæjarskrifstofu á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 278. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Á dagskrá í dag fyrst, breytum við aðeins svona röð eins og gert ráð fyrir þegar við förum í fjárhagsáætlun umræðu. Og hér fyrsti liður þá fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2020-2023. Hér sérst að fara fram fyrri umræðu fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir áðurnefnd ár, fyrir næsta ára og svo 3 ára áætlun. Breytingi sú sem orðið á milli ára sú að fjárhagsáætlun núna starfsáætlanir fléttaðar inn í fjárhagsáætlun í framsetninguna. Áður eins og við munum þá ræddum við fjárhagsáætlun og starfsáætlanir bæjarstjórnar og nefnda, en nú það orðið að hinu sama plaggi, þannig að þetta lagt saman hér fram og orðið samofið í þeirri áætlunarvinnu. Síðan hér önnur mál á dagskrá, það númer 2, það bæjaráð 636, fundargerð 636, menningar og nýsköpunarnefndar númer 19, safnanefndar númer 12, barnaverndar fundargerð númer 107 og síðan hér 2 almenn mál. Fyrra máli síðar umræðu jafnréttisstefnu 2019-2023, eins og þið munið frá síðasta fundi bæjarstjórnar, þá fór hér fram fyrri umræðu uppfærða jafnréttisstefnu, því að ári eftir kosningar, sveitarstjórnarkosningar hverju sinni skal jafnréttisstefnan vera tekin upp til endurskoðunar og því lokið núna og hér þá í dag að ljúka síðar umræðu og afgreiðslu. Síðan hér liður 7 sem bakkað við 5 umsóknum stækkun lóðar. Þessi liður hér raunverulega aftur inni eins og þið munið á síðasta fundi hér í síðustu viku. Bæjarstjórn þá var fundargerð eignarskipur tekin inn með afbrigðum og þessi liður var þar undir, en okkur láðist að bóka hann, en hann tekin líka sem sérstakur liður, grenndarkynningar skulu afgreiða sérstaklega og því hann settur hér inn í dag. Ég líkt og þá mun ég óska til að fá víkja fundi þar sem ég tengist málunum sem starfsmaður, hefur að vinna sem verktæki að hluta tengt þessu verkefni og Eydís Ásbjörnsdóttir hefur óskað til að hún muni fyrsti varaforsti taka við stjórn fundarins meðan umfjöllun og afgreiðsla hans fer fram. En þá göngum við til dagskrár og hér fyrst á dagskrá fyrri umræðum fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana 2020-2023 og ég gef Karli Óttari bæjarstjóra orðið, hann ætlar nú mæla fyrir fjárhagsáætlun til fyrri umræðum. Gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, forstöðumaður stjórnsýslu og virðulegur fjármálastjóri sem hér í sal. Ég fæ þann heiður að mæla fyrir fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 sem eins og forseti kom inn á lögð fram á 3 ára áætlun. Þetta í annað sinn sem við gerum þetta og mæltist vel fyrir núna síðast. Nú, eins og við öll vitum að þá sameinuðust Fjarðabyggð og Breiðdalshreppur þann 1. júní 2018 í eitt sveitarfélag undir nafni Fjarðabyggðar. Fjárhagslegu samruni átti sér stað 1. júlí 2018. Það því komin okkur reynsla á rekstur nýs sveitarfélags en árið 2019 fyrsta heila rekstrarárið okkar. Grunnmarkmið fjárhagsáætlunar að treysta rekstrargrundvöll sveitarfélagsins með hallalausum rekstri. Í megindráttum unnið að því marki með tvenns konar hætti að annars vegar að bæjarsjóður standi undir afborgunum lána ásamt öðrum skuldbindingum. Nú þetta markmið að rekstur sveitarfélagsins standi undir sér kallar á stöðugt eftirlit með því að jafnvægi sé á milli tekna og gjalda. Lækki tekjur þarf að tryggja að gjöld lækki á móti, svo að sveitarfélagið sé ekki rekið með tapi. Hallarekstur grefur undan rekstrargrundvelli bæði til skemmri og lengri tíma litið. Samkvæmt niðurstöðu fjárhagsáætlunar nemur afgangur af heildarrekstri sveitarfélagsins í A og B hluta 312 milljónum króna, en í A hluta rekstrarhalli sem nemur 15 milljónum. Og verður unnið að því að milli umræðina að brúa það bil, eins og ég segja, enda það grunnmarkmið sem ég var að segja að hafa fjárlögin hallalaus. Nú, hitt skilyrðið að lán ekki tekin fyrir almennum rekstri eða reglubundnum afborgunum lána. Samhliða uppbyggingu álvers á árunum 2004 til 2008 og þeirri miklu atvinnuuppbyggingu sem þá átti sér stað var ráðist í umtalsverðar fjárfestingar í innviðum sveitarfélagsins á mjög skömmum tíma. Það aðgerðir köllu á lántökur sem var því aðeins stofnað til með aukin atvinnustarfsemi til að standa undir þeim lántökum.
Það kom náttúrulega hrun hérna efnahagshrun árið 2008 sem leiti til þess að þær áætlanir gengur ekki öllu leiti eftir en hafa gengið eftir núna enda skuldsetning sveitarfélagsins nú innan lögbundinna viðmiðunarmarka. Ég vil þó taka fram að lántökur teljast náttúrulega eðlilegur hluti þegar fjárfestingar að ræða standi reksturinn undir afborgun skuldana til lánstíma. Hvað Fjarðabyggð varðar markmiðið samt áfram að vinna að lækkun skuldaviðmiða til þess að lækka vaxtagreiðslur og afborganir og hafa þannig aukið svigrúm til að auka þjónustu og byggja upp innviði sveitarfélagsins eða ef að menn kjósa svo þegar fram í sækir að lækka álögur. Í þeirri fjárhagsáætlun sem nú verið að leggja fram til dæmis gert ráð fyrir 100 milljóna króna lántöku í Veitum en þar hafa verið og verða áfram miklar fjárfestingar en verið að vinna í Vatnstangi á Fáskrúðsfirði og stefna á að reisa annan tank í Fannadal á næsta ári. Áætlað að handbært fé frá rekstri árin 2020 verði 1,3 milljarðar til að standa straum af reglubundum afborgunar lána upp á 566 milljónir og fjárfestingu fyrir 695 milljónir. Á árin 2020 gert ráð fyrir lántöku að upp að 260 milljónir króna til að standa straum af nauðsynlegri uppbyggingu innviða, svo sem byggingu leikskóla, lagfæringu veitna og hafnarmannvirkja. Skuldahlutfall samstæða A og B hluta lækkar úr 115% á árinu 2008 niður í 111,7% árið 2020. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum númer 138/2011 skal skuldaviðmið fyrir A og B hluta ekki vera hærri en 150% af reglulegum tekjum. Gert ráð fyrir að skuldaviðmið samstæða A og B hluta eins og það skilgreint í sveitarstjórnarlögum og í reglugerð númer 502/2012 lækki frá 88% í árslok 2018 í 81,5% í árslok 2020. Sveitarfélagið Fjarðabyggð því langt undir þeim mörkum sem hið opinbera setur því. Tekjuspá sveitarfélagsins fyrir árið 2020 að venju samkvæmt unnin af varúð. Tekjugrunnur okkar engu að síður mjög sterkur, hann hvílir á stöðum öflugra fyrirtæki í sjávarútvegi, álframleiðslu og tengdri þjónustu. Reynslan hefur sýnt að tekjur sveitarfélagsins alla jafna áætlað með mikilli varfærni og mat á spá útsvar og hafnargjöld varfærin og breyting frá útkomu ársins 2019 því minni en almenn launarþróun gerir ráð fyrir. Þessi varúð náttúrulega sérstaklega mikilvæg núna þegar að mikil óvissa uppi það hvort að loðnuveiði verður næsta ári og önnur möguleg fækkun eins og í síldveiði. Þjónustuð innan við útflutningsgreinar skiptir verulegu máli og vaxandi þáttur í atvinnulífi sveitarfélagsins. Þau fyrirtæki sem hér ræðir spretta fram af álversuppbyggingunni og muna mikið starfsemi þeirra. Ferðaþjónusta hefur vaxið undanfarin ár í Fjarðabyggð og eykst mikilvægi þeirra í tekjugrunni sveitarfélagsins. Þá þessari fjárhagsáætlun verulega aukin framlög til menningarmála. Allt þetta styrkir samfélagsþróun og rekstrargrundvöll sveitarfélagsins. Eins og verið hefur undanfarin ár leggur fjárhagsáætlun áframhaldandi áherslu á velferð fjölskyldufólks í Fjarðabyggð. Fæðisgjaldskrá grunnskóla og gjaldskrá leikskóla og tónlistarskóla standa samanburð við önnur sveitarfélög, samanber systkinaafslátt sem við höfum í leikskólum og milli frístundaheimila og leikskóla. Systkinaafslátt og leikskóla getur það og ásamt tónlistarskólagjöldum með því hagstæða sem gerist á landinu. Þá hafa verið stigin skref í lækkun skólamáltíð í Fjarðabyggð en frá og með 1. ágúst 2020 með skólamáltíð kosta 150 krónur en kostaði árið 2018 450 krónur. Ef mér reiknast rétt til að þá þetta 66% lækkun á þessum gjöldum. Allir flokkar hafa sammælst að framkvæma átak í málefni fjölskylduna með því að stjórnkerfisnefnd sveitarfélagsins ákvað samhljóða að sameina fjölskyldusvið sveitarfélagsins í eitt svið og ráða þar inn fleira starfsfólk og þar haft í huga aðferðir Austurlandslíkansins. Ljóst að þetta mun auka fasta kostnað sveitarfélagsins í A-hluta. Þá auknu fé veitt til leikskólastigsins sem og til menningarmála eins og ég sagði áðan. Þá hefur einnig verið ákveðið að fara í heilsu átak fyrir eldri borgara með Janus heilsueflingu. Þessar ákvarðanir auka fjárútlát í A-hluta en þetta algjörlega í samræmi við málefnasamning Framsóknarflokks og Fjarðalista sem leggur áherslu á
fjölskyldu og að málefni þeirra verði í forgrunni. Nú á undanförnum árum hefur aukið metnaðar og áþreifanlegur árangur náðst í fegrum bæjarkjarnanna. Gert ráð fyrir að verkefnum við hreinsun og fegrum bæjarkjarnanna verða haldið áfram á næsta ári. Nú sorpflokkun og endurvinnsla skipast sífellt stærri sess í rekstri og næstu ári verður áfram lögð áherslu á þann málaflokk, enda mikilvægt að hugsa sig umhverfismál. Þetta er orðið eitt heitasta málið hjá okkur í dag, bara í allri veröldinni. Nú, samningur okkar við Íslenska gámafélagið rennur út eftir 13 mánuði og er þegar hafin vinna hérna innan hús við að skoða framtíðin í þessum málum með það leiðarljósi að veita góða þjónustu og auka við umhverfisvernd. Framkvæmdir verða töluverðar á árinu líkt og undanfarin ár. Unnið verður áfram að ofanflóðavörnum á Norðfirði. Þá verður áfram unnið við viðbyggingu leikskólans á Reyðarfirði. Vinna hefst í þarfagreiningu vegna leikskólans á Eskifirði, Dalborg og í framhaldinu er áætlað að hefja hönnun. Það verður áframhald á uppbyggingu í Gatna í sveitarfélaginu en skólavegurinn hefur skipað þar stóran sess, þessi skólavegurinn á Fáskrúðsfirði. Nú, vinnu við hann líkur vonandi næsta sumar að öllu óbreyttu. Heildarfjármagn til framkvæmda á árinu 2020 er áætlað 746 milljónir. Fyrir líkur einnig mikil þörfir á í framkvæmdum og uppbyggingu innviða í Fjarðabyggð og til þess tekur 3 ára áætlun líka til þess frá 2021 til 2023. En það er áætlað að fjárfesta fyrir 600 til 700 milljónir á ári. Við gerð fjárhagsáætlana 2020 munu flesta gjaldskrár hækka í samræmi við lífskjarasamninginn eða 2,5%. Á þessu eru einhverjar undantekningar eins og ég nefndi áðan, þá lækkar gjaldskrá skólamáltíðir verulega og þetta er eins og ég segi að hafa áherslu á fjölskylduna. Nú, mikils aðhalds hefur verið gætt í rekstri sveitarfélags á síðustu árum og dregið hefur úr rekstrarþáttum. Lögð hefur áherslu á að standa vörð lögbundna þjónustu sveitarfélags með sérstaka áherslu á fræðslu, uppeldis og æskulýðsmál. Sú fjárhagsáætlun sem unnin hér er lögð fram hér er unnin með hliðsjón af því og fjárhagslegum við með sveitarfélag sem ég fór yfir áðan sem að Fjarðabyggð stenst með glans. Fjarðabyggð skuldar rúma 9 milljarðar í dag, af því eru langtímalán rúmi 5 milljarðar. Afborganir og vextir og verðbætur, eins og ég nefndi áðan þá eru hérna afborganir á 700 milljónir króna. En þegar við erum búin að bæta vöxtum og verðbætum við þá erum við komin yfir 780 milljónir og það er meira heldur en að við eigðum í framkvæmdir á ári. Þannig að það er ljóst að töluverð hluti að þeirra tekna sem við öflum fara út aftur í þarna. Nú það er náttúrulega góð þróun í þessum málum að árið 2024 verða langtímalán komið niður í 2,8 milljarða sem þýðir að afborganir munu fara niður kringum 350 milljónir. Nú ástæða þessa skörpu skila er svo að ræða að þetta lán eru jafngreiðslulán. Með þessari miklu lækkun afborgana er í fyrsta skipti mögulegt að halda þeirri þjónustu sem uppi er en þá kannski taka ákvörðun um aukna þjónustu eða hvað annað sem menn vilja, lækka álögur. En ennþá þarf að gæta ítrustu varkárni í þessum málum. Heildartekjur samstæða A og B hluta eru áætlaðar rúmir 8,5 milljarðar króna árið 2020 en heildar rekstrarkostnaður 7,9 milljarðar króna. Þar af eru launaliðir 4,6 milljarðar króna og annar rekstrarkostnaður 2,7 milljarðar króna. Afskriftir eru 560 milljónir króna og heildartekjur í A-hluta eru áætlaðar tæpir 6,3 milljarðar króna en heildar rekstrarkostnaður 6 milljarðar króna. Þar af eru launaliðir 3,8 milljarðar króna, annar rekstrarkostnaður 1,9 milljarðar króna og afskriftir 264 milljónir. Rekstrarafgangur samstæðu A og B-hluta fyrir fjármagnsliði er áætlaður 625 milljónir króna. Þar af er rekstrarafgangur A-hluta 243 milljónir. En að teknu tilliti til fjármagnsliða verður rekstrarafgangur samstæðu 312 milljónir en rekstrarhalli eins og ég sagði áðan á A-hluta sem við ætlum að leysa á milliumræðina. Hrein fjármagnsgjöld samstæður áætli 314 milljónir og þar af eru 258 á A-hluta. Í sjóðstreymisyfirliti er handbært fé frá rekstri í samstæðu 2020 áætlaður rúmir 1 milljarður króna, afborganir langtímalána eru áætlaðir 557 milljónir króna og fjárfestingar 747 milljónir króna. Afborganir langtímalána eins og ég sagði áðan í A-hluta eru 370 milljónir. Samkvæmt fjárhagsáætlun ársins 2020 er framleiða hlutfall eða EBITDA 14% í samstæðu og rúm 8% í A-hluta.
Nú milli umræðna eins og áður þarf að horfa til þess hvað kemur út úr jöfnunarsjóði sem og að ný fjárhagsspá þjóðhagsspá Hagstofu Íslands kemur út í byrjun nóvember sem að verður tekið tillit til fyrir seinni umræðu. Takk fyrir. Það fyrir Karl, þá orðið laust í fyrru umræðu fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2023, Eydís Ásbjörnsdóttir, ég ætla að byrja. Hefur beðið orðið, ég ætla að fá að ríða hér á vaðið og aðeins að koma inn á nokkur atriði í tengslum við fjárhagsáætlun hér í fyrru umræðu sem kemur fram. Og leið líka leggja fram bókun frá bæjarfulltrúum Framsóknarflokks, Fjarðalista og Miðflokksins í tengslum við þessa umræðu. Þannig að hún sé hér til umræðu einnig. Kannski byrjaði því að þakka bæjarstjóra fyrir framsögu hans fjárhagsáætlun og hans og fjármálastjóra sem hér í sal fyrir þeirra vinnu. Við gerðum fjárhagsáætlun sem og öðrum starfsmönnum Fjarðabyggðar. Að setja saman fjárhagsáætlun hvers árs er mikil vinna og hér þekkja menn, hér bæjarfulltrúar að hversu mikið í það lagt hér innan hús. Það vandað mjög til verka og hefur verið gegnum tíðina. Oft hafa menn líka til að takast á við erfiðar aðstæður í efnahagslífinu sem nú kannski ekki eins dökkar núna og voru hér kannski kringum og fljótlega eftir efnahagshrun þegar að menn voru hér að eiga við allt öðruvísi umhverfi í efnahagsmálum. Engu að síður þetta vel unnið plagg. Það búið að fara gríðarlega vel í gegnum rekstur sveitarfélags, ekki bara núna heldur í gegnum tíðina og allavega frá þessum árum frá 2010 sem ég hef verið hér sem aðalmaður í bæjarstjórn hefur rekstur þess verið rýndur fram og tilbaka þverpólitískt af bæjarstjórnum sem ég tel að hafa verið til mikillar bóta oft á tíðum og leið gefið svona glögga mynd af þeim rekstri sem hér er. Það engum blöðum að það að fletta og við þekkjum það að rekstur Fjarðabyggðar við skulum segja mikil. Við segjum stundum þungur og hann vissulega þungur en hann verður ávallt fyrirferðað mikil. Það fyrirferðað mikið að reka fjölkjarna sveitarfélag sem vill halda uppi þjónustu eins og það að gera. Það vill halda uppi þessum grunnþáttum samfélagana eins og menn að gera í hverfunum, bæði með skólum og með íþróttaaðstöðu og fleira. Og slíkur rekstur mun alltaf endurspegla það. En leið, eins og við þekkjum og sjáum núna og höfum séð áður, fjárhagslega burðir þess sveitarfélags gríðarlega miklir. Við búum svo vel að atvinnulíf okkar sterkt. Við auðvitað erum berskjölduð fyrir áhrifum í útflutningsverðmætum en leið það líka styrkur okkar á sama skapi að vera í slíku samfélagi sem framleiðir áþreifanlega sem fer til útflutnings og skapar verðmæti fyrir þjóðarbúið. Ég held kannski best sáum við að mörgu leyti líka bæði annars vegar styrk sveitarfélagsins en líka ákveðnar varúð sem við höfum sýnt í gegnum tíðina og við sýnum núna í tekjuspám og ég hef talið að það hefur verið til mikillar, það hefur verið til góða í gegnum tíðina. Við höfum alla tíð gengið mjög varlega að tekjuspám, við höfum varlega áætlað bæði tekjur sveitasjóðs og undirfyrirtækja og leið þá geta mætt þeim áföllum sem við höfum orðið fyrir eins og líkt og var á síðasta ári þegar það var að ljósta að loðnubrestur væri framundan og þessi þetta mikilvæga sjávarfang sem var stór hluti af framleiðslu sjávarútvegsfyrirtækjanna þegar hann brást við náttúrulega aðstæður að þá sýndi sveitarfélagið það að með því að rýna rekstur þess vel og gæta vel að tekjubrestur komið að tekjubrestur var ekki út frá áætlun. Að sjálfsögðu urðum fyrir tekjubresti. En hafandi gert áætlanir þannig garði að þá gátum við mætt því, við náðum og héldum tekjum okkar, bæði í hafnarsjóði og í sveitasjóði og gátum tekist á við þann rekstur sem við erum búin að setja upp. Það mikill kostur og ég var afskaplega stoltur og ánægður að sjá að þetta vinnulag sem verið hefur mjög langt skeið hér var sannlega að skilja okkur þessu. Leið líka brugðust fyrirtækin við, hér jókst annar afli, menn gátu og sóttu annað sjávarfang einnig og síðan var góð makrílvertíð, síld einnig, þannig að hér var sem betur fyrir áhrifin minni. En það samt rétt að hafa til huga nú þegar við göngum og við höfum gert það í okkar spám núna að það því miður eins og staðan núna virðist ekki vera útlit fyrir að loðnuveiði verði frekar á næsta ári
Mælingar sem Hafrannsóknastofnun hefur lokið gefa þetta í kynna að loðnan sé annarkvort minni eða hún er að leita á aðra slóðir, hún er ekki þeim þéttleika ennþá sem komið og það komin viss viðvörun í það að hún verði ekki til staðar heldur á næsta ári en þó eftir að taka frekari mælingar nú eftir áramót sem ég vonum að bendi til þess að eitthvað breytt minnstur sem kannski gangi tilbaka. Við erum að ná þeim áfanga að skila afgangi á B-hluta upp á 312 milljónir þessu ári. Þráttur í fjárfestingar núna og fjárfestingar síðustu ára. Vissulega það að við þurfum að horfa til nú milli umræðan þess að halla upp á 14 milljónir sem á rekstri A-hlutans. Það verkefni sem við tökumst á við. Við erum líka að horfa á verkefni eins og við erum í kostnaðar- og þarfagreiningu tengslum við leikskólann Eskifirði, Dalborg, sem ætlum okkur að ljúka milli áætlana til þess að geta hafið hönnun þar og hvernig við munum ná, hvernig við sjáum fyrir okkur það viðbyggingar þess skóla þannig að það nýtist sem best og það verði skilið þeim árangur sem viljum. Líkt og við höfum gert ofta áður þá í þessari áætlununa lántöku heimild. Við erum að setja inn 260 milljónir lántöku heimild, annars náttúrulega 100 milljónir hvað varðar fjárfestingar B-hlutafyrirtækja, þá vatnsveitu, sem alveg orðið tímabært að við horfumst í augu. Við getum ekki B-hlutafyrirtækin fjárfest með lánum úr sveitasjóði og við þurfum sannlega að fjárfesta í vatnsveitinu, við þurftum sannlega á þessum fjárfestingum að halda á Fossvogi núna og þó fyrir hefði verið bygging vatnstangsins því að það hefur verið unnið heilmikið verk þar í vatnsveitu síðustu ár en ég vona sannlega með þessum áfanga þá séum við komin á þann stað að Fossvogingar búi við það að hafa vatn í efstu hverfum sín samfélags þegar að mikið gengur á í sjávarútveginu. Við þurfum að fara í vatnstang við vatnsveituna á Norðfirði á næsta ári. Það liggur á ljóstýri því að vatnsveitur okkar þetta bara einn liður því að við erum hér í gríðarlega mikilvægri matvælaframleiðslu í hverfum okkar, í tengslum við sjávarútveginn og lykilatriði þeirri matvælaframleiðslu það að við getum tryggt gott vatn og því miður hafa verið sveiflur í tengslum við vatnsveituna á Norðfirði núna upp á síðkastið sem við vonumst til að geta eytt út með þessari aðgerð sem við reikna með í upphafi þegar það vatnssvæði var tekið í notkun fyrir eitthvað 15 til 20 árum en átti eftir að ljúka þeim lið. Þannig að þetta eðlilegt, síðan erum við 160 milljónir líkt og ofta áður, þá erum við með lántöku heimild en þær hafa sem betur lítið verið nýttar síðustu ár vegna þess að tekjuspár okkar hafa gengið eftir og gott betur. Þannig leið aftur móti mjög eðlilegt að menn setja inn slíkar í fjárfestingum eins og þær eru settar upp núna og hafa verið síðustu ár. Þá hef ég náttúrulega stund sagt að mér dáðst að 10 árin ótrúlegt að við höfum getað fjárfest þetta alveg frá hruni á þess að hafa nokkuð tíman hætt í. Við höfum haldið áfram að fjárfesta á nauðsynlegan hátt í innviðum samfélagsins og gert það út úr tékkastinu svo ég sagt. Það er vel að verki í staðið en ég er ekkert endilega viss að það sé það sem á að vera til framtíðar. Það má líka horfa til þessi rekstri þó að við höfum þetta verið að takast á við og greiða niður skuldir og létta þessa vaxta og afborgunar byrju til framtíðar sem við sjáum nú hilli árið 2024 að verði verulegur viðsnúningur á. Þá verðum við líka að hugsa þess að það eðlilegt í öllum rekstri að fjárfestingar þeim sé líka mætt með lántökum þegar það sannlega eru að þeim er í kalibri að þær eru til styrkingar starfsemi hver sem hún hvort sem það í fyrirtæki eða sveitarfélögum. Þannig að nú sjáum við hvernig þetta ger. Ég hef nú ekki trúið að það reynir mikið á þessu lántökuheimild en hún sannlega til staðar. Það eru margir hlutir, ekkert bara núna heldur sem eins og síðust ár, við höfum unnið mjög gott og mikilvægt starf og höfum langt skeið verið með það að forgrunni að hafa fjölskyldunni í fyrirrúmi og svo sannlega höfum við gert það og erum að gera þessu kjörtímabili með enn skýrari hætti að skýra þær áherslur að hér sé gott fjölskylduvænt samfélag sem hefur jöfnuð og jafnrétti að leiðarljósi og með þessi málefni framöndan. Við höfum stigið gríðarlega mikilvægt skref á síðustu árum í því að gera leikskólagjöld ekki bara samkeppnishæf, við heldum með þeim lægra á landinu. Ég átti að sjá samanburðinn eftir fjárhagsáætlun sveitarfélaganna. En ég er nokkuð viss það að við erum komin með þeim lægra á landinu. Við erum að afsluta kjör sem, víða eru ekki til boða að barn 2 á leikskóla fái 50% afslátt eða sískinni afsláttur og 3. barn sé frítt. Og að afsláttunum virkja milli skólastæða, milli skóladagheimila og leikskóla. Við erum með tónskólagjöld sem eru þau lægst á landinu. Sem ég hef alltaf verið gríðarlega stoltur að Fjarðabyggð hafi sýnt að metna að halda tónskólagjöldum sínu þannig að aðstaða til náms í tónlistarskólum sé ekki bundið við efnahag, heldur þetta sé jöfn aðkoma fyrir alla.
Ég held nefnilega sé ómetanlegt að börn hafi það möguleika, hvort sem það ætli sér einhvern fram á tónlistarsviði í framtíðinni að geta og foreldrar geti sendt þau í tónskóla lengri eða skemmri tíma til þess að við fáið þann skilning og þá þekkingu sem þar fæst. Við höfum stigið gríðarlega stór skref í því að lækka skólamáltíðir til þess að gera það gjaldfrjálst á árinu. Eflaust geta menn haft á því ýmsar skoðanir. Ég held að við getum öll verið sammála um það að slík ráðstöfun kemur barnafólki og fjölskyldufólki verulega til góða og kemur á móts við það að verðmætahækkanir og fleira, að þá kemur þetta á móts við og þetta munar verulega um þetta. Frá og með 1. ágúst á næsta ári þá verðum við komin 66% af leiðinni og því verið lokið fyrir kjörtímabilið og ég held að megum til að sjá það að sú aðgerð skilar sér ekki bara í auknum lífsgæðum eða auknum fjárhagslegum lífsgæðum, heldur líka auknum lífsgæðum og ánægju foreldra sem hér ala upp börn sín í þessu samfélagi. Allt þetta eru lykil þættir í því að við höfum verið að gera samfélagið okkar enn betra og halda utan íbúa okkar og gera okkur samkeppnishæf. Við erum stundum bara að segja, við þurfum líka að vera samkeppnishæf í samfélagi sveitarfélagana og við séum ákjósanlegur staður fyrir fólk að flytja á, setja stað, alveg börn, ekki bara með vinnu í huga, heldur líka ýmsa aðra þjónustu. Og í samfélagi framtíðar, þar sem kannski staðsetning, eða svo allavega segir ríkisstjórn okkar, ekki að skipta máli staðsetning starfa, heldur eðli þeirra, að þá sé þetta ekki síður mikilvægur þáttur. Ég var líka afskaplega ánægður og stoltur og þess sést merki núna að við erum að auka við kostnað í tengslum við breytingar á fjölskyldsviði, en þverpólitískt tók þessi sveitarstjórn ákvörðun núna að halda áfram að samþætta það svið, gera það þannig úr garði að það vinni hér sameiginlega þvert á forvarnir, félagsmál og fræðslumál, vinni hér til þess að innleiða því svo kallar Austurlands líka sem við þekkjum að vera mikið rætt um, er innleitt upp á Fljótsdalshéraði félagsþjónustuna með snemmtæka íhlutun, með það fyrir framtíðina ekki bara spara til framtíðar, heldur líka að gera okkur kleift að grípa fyrir inn í aðstæður hjá börnum og úlingum þeim til aðstoðar. Að innleiða Janusarverkefnið, verkefnið Doktors Janusar heilsueflingu eldra fólks, held ég eftir að vera ótrúlega mikið lyftistöng fyrir samfélagi. Eins og áður segir þá erum við að horfa á að fjárfestingum þegar við höfum reynt að við þær eru keyrða hér með stöðu en svona hófsömu árferði eins og verið hefur síðustu ár. Þá erum við að horfa í það að fyrir utan að halda hér áfram að ljúka þeim byggingu leikskólans hér, eða viðbyggingu leikskólan hér, fara í greiningun út á Eskifirði, við erum líka að vinna kostnaðargreiningu á framkvæmdum við Fjarðabyggðarhöllina sem hefur legið fyrir og ég held að sé vilji allra flokka að fara í endurbætur á þessu kjörtímabili og við þurfum að átta okkur á umfangi þessu verkefnis núna. Það hefur ekki verið mjög mörg ár síðan að slíkt kostnaðarmat hefur unnið en nú vonandi kemur það og þá getum við að fara að stilla því af inn í fjárhagsáætlunum sveitarfélagsins. En Hafnarsjóður aftur á móti mun áfram að fjárfesta líkt og við höfum gert síðustu ár. Hafnarsjóður Fjarðabyggðar, annar stærsti hafnarsjóður landsins, hefur sýnt að sér gríðarlega, hefur sýnt sinn styrk á síðustu árum. Við höfum fjárfest fyrir 100 milljóna í okkar höfnum og hafnarstarfsemi sem er algjörlega nauðsynleg í ljósi náttúrulega atvinnunum okkar. Það sem er náttúrulega framundan á þessu ári er það að við erum að vinna núna hönnunarvinnu og greiningarvinnu á því hvernig við getum reist nýja hafnaraðstöðu við fiskveiðiverksmiðju, þetta glæsilega fiskveiðiver sem er komið til starfa og á nú að byggja við frystigeymslur til þess að geta nýtt það til þess að framleiða afurðir. Við þurfum sú fjárfesting verður í forgrunni á Hafnarsjóði næsta ári og næstu árum eflaust því þetta verður mikið verkefni ásamt því að stækka hér áfram og halda hér áfram með stækkun hafnarinn út á Mjóari við Reyðarfjörð sem er náttúrulega ef líkur lætur og það er breytingar sem við sjáum í skipakomum mun gera það verkum að verða mjög veigalmikil inn- og útflutningshöfn á landinu. Allt þetta gerir það að verkum að við erum að vinna á hverjum degi síðan náttúrulega þá uppbygging laxeldi sem hér vonandi heldur áfram fyrir að sjást enn skýrari merkjum í samfélaginu. Heldur sjást ekki bara skýr merki á fjörðunum með kvíunum, heldur líka fyrir að sjá skýrari merki hér í samfélaginu uppbyggingu og fjölgun starfa. Þannig að ég held að við megum getum sagt með sanni þegar við fylgjum áætlun til fyrir umræðu og síðan náttúrulega þegar að henni verið loka hér með síðar umræðu og búið að fara í gegnum ýmsa þætti sem ekki liggja fyrir að við getum samt sagt með sanni að hér séu margt
Hér séu margir góðir hlutir á ferðinni. Það sé sýn og ráðdeild á það hvernig við reynum að láta það vinna allt saman. Leið vitum við að það eru ærin verkefni sem bíða. Það verður alltaf ærin verkefni. En þegar að til framtíðar litið þá verðum við alltaf betur og betur til þess búin að takast á þau. En eins og áður sagði áður en ég lík mál með ætla ég að fá að lesa upp bókun sem bæjarfulltrúar og Framsóknarflokks, Fjarðalista og Miðflokks hafa ákvað að leggja hér fram við fyrri umræðu og svo hljóðandi. Nú við fyrri umræðum fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2020 til 2023 vilja bæjarfulltrúar Framsóknarflokks, Fjarðalista og Miðflokksins leggja áherslu á eftirfarandi atriði í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar. Ljóst að þrátt fyrir rekstur sveitarfélagsins sé þungur í ljósi sérstöðu þessum fjölbreytta samfélags, þá er fjárhag þess sterkur og geta til að þjónusta íbúa þess mikil. Líkt og yfirstandandi ár haldið vel utan rekstur þess en leið brugðist við og fjárfesti þá íbúa atvinnulífs leið og skuldarhlutfall samstæða Fjarðabyggðar fer lækkandi. Áherslur rekstri Fjarðabyggðar eru áfram þær að hér sé samfélag sem hefur jöfnu og jafnrétti að leiðarljósi og málefni fjölskyldunnar í fyrirrúmi. Gjöld vegna leik- og skóladagheimila ásamt leiðarljósi og ásamt tónskólagjöldum eru með þeim lægur á landinu. Ég held ég verið að prófa að fá að nota hérna brotnuglerun sem ég braut rétt á þannig. Biðst afsökunar ef glerið dettur úr. Það er þetta. Gjöld vegna leik- og skóladagheimila ásamt tónskólagjöldum eru með þeim lægur á landinu og afslættir virkir á milli þessara skólastiga. Þá verður áfram haldið í þeirri stefnu að gera skólamáltíð gjaldfrjálsa með lækkun helming á núverandi gjaldskrá frá 1. ágúst 2020 og mun þá hver skólamáltíð kosta 150 krónur. Þetta eru mikilvæg mál fyrir barnafjölskyldur og gera Fjarðabyggð enn betri stað til að búa á. Áfram er staðinn vörður leik- skólastarfi og tónskólum Fjarðabyggðar ásamt öflugu stoðkerfi félagsþjónustunnar. Þá munu breytingar á fjölskyldusviði Fjarðabyggðar koma til fullrar virkni í upphæð árs 2020 þar sem megin áherslan lögð á innleiðingu Austurlandslíkansins með snemmtæka íhlutun að leiðarljósi og gildi öflugra forvarna. Þannig mun sveitarfélagið halda utan íbúa sína enn betur. Einnig verður veitt frekara fé til leikskólan til að bæta starfsumhverfi starfsfólks þess ásamt auknum fé til menningarmála til að auka mannlífi enn frekar til framtíðar. Þá er sett fjármagn til heilsuátags eldri borgara með innleiðingu Janusarverkefnisins til að auka lífsgæði þeirra. Afnot íbúa af bókasöfnum sveitarfélagsins verður gerð gjaldfrjáls og þannig lagt til þjóðarátags læsi og safnastarf sem er sett í forgang og horft þar sérstaklega til Stríðsvarsafns og Reyðarfjarðar á næsta ári ásamt uppbyggingu og skjalaaðstöðu fyrir sveitarfélagið. Verðmætahækkun fasteignamats íbúðarhúsnæðis í Fjarðabyggð fyrir árið 2020 er undir markmiði lífskjarasamningana og jafnframt álagningarhlutfall og fráveitugjalda lækkað 10% frá stuðlinu 0,306 í 0,275. Með því er komið til móts við heimili og fyrirtæki í Fjarðabyggð til lækkunar fasteignagjalda. Þá verður farið í undirbúning og skoðun og breytingu og álagningu á vatnsgjöldum fyrir árið 2021 með það fyrir augum og hort verið til stærðar eignar í stað verðmætamats. En slík breyting þarfnast góðs undirbúnings og kynningar og rétt að nýta næsta ár til þess. Fjárfestingum er áfram stilt í hófi Fjarðabyggð og hortið þeirra sem eru hvað nauðsynlegasta með fjölgun íbúa og sterks atvinnulífs í huga. Megin fjárfesting alhluta verður áfram í stækkun leikskóla Reyðarfirði ásamt því að farið verður milli umræðna fjárhagsáætlun í kostnaðar og þarfagreiningu fyrir stækkun leikskóla Eskifirði með það fyrir augum að ráðast í hönnun vegna þess á árinu 2020. Þá er einnig unnið að kostnaðargreiningu á framkvæmdu við Fjarðabyggðarhöllina nú til undirbúningsframkvæmdu við hana á kjörtímabilinu. Þarna er verið að fjárfesta í blómlegri framtíð. Megin fjárfestingar hafnarsjóðs á komandi ári verði í uppbygging á nýrri hafnaraðstöðu við fiskveiði yfir Eski og Eskifirði og stækkun Mjóarhafnar og Reyðarfirði ásamt viðlögu kant á Stöðvarfirði. Sjávarútvegur og iðnaður eru burðarásar sveitarfélagsins og áfram verður framkvæmt til að geta þjónustað þá sem best. Án öflugs atvinnulífs er engin velferð og að því leyti erum við heppni hér í Fjarðabyggð. Þá mun áfram verður unnið að innviðu uppbyggingu breyta eins og samar í tengslum við sameininguna árið 2018. Þrátt fyrir útlit sé áfram fyrir sterkt tekjustreymi líkt og áður farið varlega tekjuspá sveitarfélagsins og því er gert ráð fyrir heimild til lántöku í fjárhagsáætlun ársins 2020 á móti framkvæmdum eins og í áætlunum síðustu ára sem ekki er óeðlilegt þar sem fjárfesta á fyrir 740 milljónir á árinu. Óvisti þó að reyni nokkuð á þessu heimild verði tekjur í samræmi við núverandi ár og þannig áfram haldið að lækka skuldir sveitarfélagsins eins og síðustu ár. Það er því trú okkar með þessum aðgerðum verið enn betra að búa í Fjarðabyggð til framtíðar. Og þessi bókun hefur verið komið til fundarítara og ég þakka fyrir, ég hef þá lokið máli mínu. Þakka fyrir. Eydís Ásbjörnsdóttir með voruð gerðsuleitis. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og fjármálastjóri sem situr hér í sal.
Mér langar að byrja á því að þakka sérstaklega fjármálastjóra sem að bæjarstjóra, sviðstjórum, formenn nefndafólki, bæjarfulltrúum og öðrum starfsmönnum sem kom að vinna við gerð fjárhagsáætlunar fyrir velunni störf. Núna er fjárhagsáætlun 2020 til 3 ára lögð hérna fram til fyrir umræðu. Bæjarstjóri og forseti bæjarstjórnar hafa farið vel yfir áætlunina. En við erum stolt af því að í Fjarðabyggð er verðmætasköpun mikil. Hér eru fyrirtæki í fremstu röð á landsvísu. Atvinna og velferð þurfa á hvort öðru að halda til að stöðugleiki og gott þjónustustig geti haldist í samfélaginu. Haldið verður áfram í uppbyggingu á hafnarmannvirkjum, í gatnagerð, viðbyggingu leikskólans og umhverfisverkefni. Við höfum verið að stíga skref í átt að auknum jöfnuði og með því að tryggja velferð í sveitarfélaginu og öllum til hagsbóta. Það var samþykkt samhliða hér í bæjarstjórn að sameina fjölskyldusviðið okkar og samhliða því að innleiða Austurlandslíkanið. Með það verður skýrari stefna tekin á að fara í snemmtaka íhlutun og forvarnir. Við erum að horfa á sparnandi framtíðar í velferðarmálum með aukinni þjónustu. Við ætlum að halda áfram að efla þjónustu við eldri borgara eins og með því að fara í samstarf við Janus heilsueflingu og bjóða upp á þjálfun og fræðslu fyrir þann hóp. Við ætlum að leggja meiri menningamál og með því að vera að fylgja eftir ný endurskoðun menningarstefnu og leggja því okkar á mörkum að auka mannlífið. Það er meðal annars gert með að styrkja undirstöður menningarstarfs núna og til framtíðar í Fjarðabyggð. Íbúar Fjarðabyggðar munu fá gjaldfrjálsan aðgang að bókasöfnum með framvísum Fjarðabyggðarkorsins. Þessi ákvörðun styður vel við læsisáttmála heimili og skóla. Þar sem tekið er fram að mikilvægt sé að börnin hafi góða fyrirmyndir í því átaki að efla lestur og skilning á honum og allir munu hafa þá greiða leið að bókasöfnunum. Við lækkuðum gjöld á skólamáltíðum 3 í grunn- og leikskólum haustið 2018 og næsta skref er tekið 1. ágúst 2020 með því að lækka gjaldið helming frá því sem nú er og verð á skólamáltíðum verður því 150 krónur. Og með því munum við létta greiðslubyrði hjá barnafjölskyldum sem er nýtast best og best barnmörgum fjölskyldum. Eins og þegar hefur fram komið er verðmætahækkun fasteignamats íbúðarhúsnæðis í Fjarðabyggð fyrir árið 2020 undir markmiðum lífskjarasamninganna eða 2,3% af íbúðarhúsnæði. Álagningarhlutfall fráveitugjalda lækka 10% og með því er komið til jafns á móts við heimili og fyrirtæki í Fjarðabyggð til lækkunar og fasteignagjalda. Einnig verður farið að skoða breytingu álagningu á vatnsgjöldum fyrir árið 2021 með það fyrir augum að horft verið til stærðar eigna í stað verðmats. Og ég vil taka fram að Rúnar Gunnarsson bæjarfulltrúi vakti fyrst máls á þessu í upphafi og við viljum skoða þetta betur áður en að breytingu verður og mikilvægt að kynna sér þetta mál vel. Búið er að fela embættismönnum að gera kostnaðar- og þarfagreiningu á því hvernig útfærsla á færanlegu rými við leikskólan í Dalborg og Eskifirði. Tillögu og greiningu á að vera lokið fyrir síðari umræðu fjárhagsáætlunar. Þetta atriði er verið að skoða milli umræðina ásamt því að rýna betur reksturinn til að ná jákvæðum rekstrarafgangi í A-hluta. Áfram verður mikilvægt að gæta aðhalds og það eru margir óvissuþættir er varðar tekjur og útgjöld. Þar vegum áfram mesta óvissan varðandi kjarasamninga og veiðiheimilda. Einnig höldum við áfram að leggja áherslu á og vera vakandi yfir nauðsyn þess að endurskoða tekjuskiptingu á milli ríkis og sveitarfélaga. Við erum stolt af því að leggja fram þessa áætlun og vil ég enn og aftur þakka fyrir þá góðu vinnu sem hér hefur unnin. Þakka fyrir Eydís. Ragnar Sigurðsson við búin, gerðu svo Ragnar. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og ágætu gestir í sal. Ég byrja líkt og Jón Björn og Eydís að þakka því starfsfólki og nefndafólki sem hefur komið að gerð fjárhagsáætlunar fyrir velunni störf.
Það er auðvitað svo í þessari fjárhagsáætlun eins og undanfarin ára að er margt gott og margt sem að við getum vel vunað og því bara fagna og við höfum svo sem komið inn á það í okkar vinnu við gerð fjárhagsáætlunar, en svo er annað sem að við teljum miður sem að við höfum einnig komið inn á og bent á í okkar bókunum. Það er auðvitað svo að þetta rekstur þessa sveitafélags er flókin að mörgu leyti. Þetta eru margir byggðakjarnar og því erfitt oft á tíðum að ná fram einhvers konar samfellu í rekstrinum þar sem að slíkt myndi þýða þjónustu skerðingu fyrir einn byggðakjarna og þar að leiðandi gerir þetta flóknara sveitafélagi heldur en mörgum öðrum þar sem auðveldara er að fara í hagræðingar aðgerðir heldur en hér. En að því sögðu að þá er sveitafélagið með öflugt tekjuflæði og hefur eins og fram hefur komið öflugt atvinnulíf sem að styrkir mjög fjárhag sveitafélagsins, en hann er háður ákveðnum óvissu þáttum eins og fram hefur komið og við erum á ákveðnum óvissu tímum í efnahagsmálum og eins og fram hefur komið þá var loðnubresturinn sem var á þessu ári, hann er jafnvel fyrirsjáanlegur aftur á því næsta. En jafnframt þá eru kjarasamningar margir hverjir lausir og það er ákveðin óvissu þáttur sem að fylgir því og því teljum við og eins og við töldum að í síðasta mikilvægt að við förum varlega í gerð fjárhagsáætlunar, við sýnum ákveðna festu og við reynum að halda okkur höndum, ekki síst vegna þess að eftir nokkur ár, 2024 eins og kom fram í máli bæjarstjóra, þá lækka afborganir lána hér mjög mikið og þá erum við betur í stakk búin til þess að mæta fjárfestingum og rekstrinum heldur en við erum í dag. Og það hefur verið markmið þessa sveitafélags undanfarin ár að reyna að halda sér höndum og tryggja reksturinn frá ári til árs með það fyrir augum að lækka að bíða þess að afborganir lækki, standa undir þeim skuldbindingu sem okkur ber að standa undir, fjárfestingum og öðru. Og þetta hefur við verið að gera við því að við höfum verið að einbeita okkur að því að lækka skuldirnar, lækka vaxtagreiðslur og horfa til þeirra ára þegar afborganir lækka. Og þetta höfum við gert undanfarin ár og sést glöggt merki í fjárhagsáætlunum undanfarin ára, þar sem við höfum vissulega alls ekki útilokað neina lántökur vegna fjárfestinga, en við höfum haft það markmiði að fara ekki í neinar lántökur. Og það markmið hefur staðist, ef undan er skilið lántökur vegna hárra eingreiðslna vegna til dæmis Lánasjóðs íslenskra sveitafélaga, vegna lífeyrissjóðsskuldbindinga eða hagræðinga til þess að losna undan leigusamningum. Og þess vegna er það ákveðin vonbrigði að við séum að gera ráð fyrir lántökum á næsta ári og við séum að gera ráð fyrir að sé heimild til þess og já, gerum ráð fyrir því. Og það er alveg eins og kom fram í máli hjá Jóni Birni að það er ekkert óeðlilegt við það að fara í lántökur fyrir fjárfestingum, en þá hefur það samt sem áður verið þannig. Og undanfarin ár þá höfum við haft það markmið að gera það ekki og brúa bilið til 2024. Og vegna þess að þá leggur Sjálfstæðisflokkurinn fram bókun og við samþykjum að vísa fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2020 til annarrar umræðu, en áskilur sér og rétt til að koma með tillögu inn í bæjarráð milli umræðna breytingar á fjárhagsáætlun. Sjálfstæðisflokkurinn Fjarðabyggðar harmar fyrirhuga skuldsetningu sveitafélagsins til næstu ára. Farið er að braut skynsamlegar og ábyrgra fjármálastefnu sveitafélagsins með áætlun upp á 200 milljóna króna lántöku næsta ári. Það er mikilvægt að Fjarðabyggð snúi frá fyrirhugaðri þróun og frekari skuldsetningu sveitafélagsins
með aukinni vaxtabyrði til framtíðar. Ljóst er að á komandi árum bíða fjölmargar áskoranir í innviðauppbyggingu og fjárfestingu. Með aukinni skuldsetningu sveitarfélagsins vandséð að hægt vera að standast þær skuldbindingar án frekari lántöku. Þá mótmælir Sjálfstæðisflokkurinn því að samhliða lántöku sé gert ráð fyrir frekari niðurgreiðslu skólamáltíða með 50% lækkun gjaldskrár og ofan á þá 34 milljón króna útgjaldaaukningu sem var til á þessu ári. Og þessa bókun leggjum við fram og munum leitast leiða á milli umræða að koma í veg fyrir þessa lántöku með því að finna þess leiðir í fjárhagsáætluninni að brúa bilið og komast hjá því. Takk fyrir Ragnar. Orðið laust hér í fyrri umræðu fjárhagsáætlun. Rúnar Gunnarsson gerur svo vel. Forseti, bæjarstjóri, góði félagar. Það nú eiginlega búið að segja svona flesta því sem ég ætlaði nú að tala hér. En við Miðflokksmenn höfum ákveðað það að standa með meiri hlutanum í þessari fjárhagsáætlun vegna þess að ég tel að við náum meir fram með því að vinna með þeim heldur en á móti þeim. Við erum til dæmis búin að ná því fram með þeim að lækka frárennslisgjöld 10%. Matur skólabarna, við erum líka stöndum í því með þeim að greiða það niður, þó Sjálfstæðisflokkurinn, ég átta mig ekki alveg á hvað þeir eru að gera sko. Þeir vilja hagræða fyrir fólkið en samt ekki að létta ánægjunum fyrir fólkið. Ég fatt ekki alveg hvað þeir eru að gera með því. Ég held að það sé rétt að vinna þessa hluti svona, að vinna með heldur en að vinna á móti. Þessi skuldsetning eða lántaka sem verið að tala ég er ekki með henni, ég er alls ekki með henni, ég er á móti því að taka lán, en ég er samt alveg ákveðin í því að við náum þessum tekjum, þannig að þessi lán verið aldrei tekið. Þó svo við sem gera ráð fyrir því eins og við erum að setja upp tekjurnar í dag, en þær eru vanmetnar. Við munum ná þessum tekjum upp. Ég er nokkuð viss um það. Það er ýmislegt sem við hefðum viljað ná betur fram. Ég vil hagræða meira í rekstri Fjarðabyggðar. Ég vil minnka báknið. Þó svo við sem búin að gera heilmikið á þessu ári í því. Við erum til dæmis ekki með neitt sérstakan hafnarstjóra, það er bara bæjarstjórinn. Við erum heldur ekki með neitt veitustjóra, hann er líka farinn. Og við erum að fækka einn, núna þegar við fáum inn fjölskylduráðgjafan, eða fjölskyldusviðið, þá fækkar einn sviðstjóra. Þannig þetta er allt saman svona í mínum andarsóldið, að fækka stjórunum í Fjarðabyggð og ég mun halda áfram að berja á því á næsta ári. Takk. Takk fyrir Rúnar. Fleiri kveðsljós. Aðeins bara að fá að koma hér á stutt. Ég ætlaði nú svo sem sagði það við fulltrúa Sjálfstæðismann og kannski láðist náttúrulega þegar ég var í minni fyrriræði hérna. Ég er náttúrulega meira en velkomið að þið komið inn í bókun okkar. Ég hefði verið afskaplega ánægður með það að það væri, því ég held að stærstum hluta er að fulluleyti samhljómur í bæjarstjórn þau verkefni sem eru og þá framtíðarsýn sem er. Ég mun svo taka umræðu það svo við síðar umræðu og það verður bara sjálfsagt og gott að ræða þær tillögur og álykta, eða tillögur sem sjálfstæðismenn hafa boðið komið með milli umræðna til eins og ég skildi það sem er þá til hagræðingar í sveitarfélaginu og þá leikir ráð fyrir að þær muni endurspegla hvað annað muni þá útfara í þess stað því að ég hef svo mikið síðan þetta ekstra við séum að eyða í neitt óþarfa. Ég ætla svo mikið, við ræddum þetta svo heilmikið í fyrra og Rúnar kom inn á áðan. Ég skil svo sem ekki alveg þennan kafla sem snýr að skólamáltíðum
en það bara á því einhver meiningamunur sem sýnilega sannlega til staðar. Ég tel að einmitt til þess að koma móts við fólk og koma móts við fjölskyldufólk og yngra fólk í samfélaginu sem svo sannlega á kannski við erum mestar afborgunarbyrði, mest útgjöld framundan. Þarna einmitt mjög góð leið til þess að koma móts við það og létta þeim róðurinn. Þannig ég hef haldið og held ennþá að þetta hljóta að vera í anda Sjálfstæðisflokksins líka að geta komið að svona málum en á því getur eflaust verið bara meiningamunur. Hvað varðar lántökuna þá hefur það svo sem í mínu máli kom fram hér áðan og annars þar. Við höfum gert ráð fyrir í gegnum tíðina að þurfa að grípa til lántaka. Við líka getum lent í því á hver einasta ári að það bregðist forsendur áætlana. Það eitthvað sem þetta sem að leggur alltaf með undir. En heilt yfir ég slíkt Rúnars trúar á það að við náum þeim tekjumarkmiðum sem við ætlum okkur og rúmlega það og að til lántöku taki ekki. En þó með að stilla upp áætlun síðust ára, eins og sannlega höfum gert, eins og komið fram í þessari bókun Sjálfstæðismanna, að við erum að horfa til þess að við ætlum okkur að lækka afborgunarbyrði framtíðar og fá það fé inn til reksturs. Þá setjum við ekki á stillimynd ekstra mörg ár. Það munu koma upp aðstæður í samfélaginu þar sem menn þurfa hugsanlega að framkvæma meira. Við getum ekki leyft okkur í samfélagi eða sveitarfélagi að frysta til frambúðar. Það geta komið upp þær aðstæður. Auðvitað reynir maður að komast hjá því og maður reynir og vill horfa á rekstur. En síðan þetta komið upp aðrar og utanakomandi aðstæður eða þú sem vilt byggja upp eða þú ert í ákveðnum að sækja fram að þá myndu þurfa hugsanlega að ráðast í fjárfestingar og þær séu fjármagn og lántöku svo framalega sem það skilir sér inn í samfélagi nýju og skilir samfélaginu einhver meiru. Þannig ég held að við séum öll saman á það getur komið til eins og sannlega stefnum á því að takmarka það og helst að sleppa lántökum alveg. En þetta allt saman ágætt og við mögum taka þessu umræðu milli umræðina, taka umræðina milli umræðina í bæjast fjárhagslega og það var sem ekki kannski fleira sem ætla að koma inn á þessu stöðum. En Dýrun Pála skattaði beðum orðu síðan Ragnar Sigurðsson, gerir svar Dýrun. Forseti, bæjarstjóri og aðrir fundamenn og gestir í sal. Það var skemmtilegt að hlusta á hann Rúnar, félag okkar hérna uppi áðan. Við höfum kannski per se ekkert á móti því að það sé gefinn matur, að það sé gjaldið sé tekið af máltíðunum, skólamáltíðunum eða það sé gjöld tekin af hinu og þessu hjá okkur í sveitarfélaginu. En við verðum að hafa efni á því og eins og við lítum á þetta að þá höfum við ekkert efni á því alveg strax og við þurfum kannski að bíða þar til fram yfir 2023 þegar við förum að sjá sólina, þegar við förum að sjá meira streymi til okkar og þá án efa höfum við efni á hinu og þessu. Það þýðir ekki að hlaupa eftir einhverjum populisma eins og ég líti á það og frekar að bíða og hafa efni á hlutunum. Ég skil ekki alveg okkur Ragnar, hann Rúnar var ekki bara með okkur í bókuninni því að hann í rauninni komið þetta upp, talaði með bókuninni þeirra en var samt alveg á floti með okkur, aðhald í rekstri, ekki með lántöku og vil horfa fram í betra streymi þar svo við þurfum ekki að taka lán. Þannig að þetta verður skemmtileg umræða á milli og ég vissum að Rúnar mun vinna hart með okkur að finna leiði til að taka ekki lán. Takk að verið Dýrun, vilja fleiri hversi hljóð sér í fyrri umræðu fjárhagslega, Rúnar Gunnarsson gjör svo vel. Forseti, ég glemdi nú reyndar einu, ég ætla ekki að fara að svara Dýrunni neitt sérstaklega, en ég glemdi því að eins og framkom áðan hjá Eydísi
að þá fer vinna í gang á árinu 2020 að breyta álagningu vass- og frárennslisgjalda. Ég kom með þessu uppástungu og við ætlum að vinna í því. Það er búið að rauninni, það vil ég ekki segja bara að lofa því að við ætlum að fara í þetta. Það er miklu eðlilegra að reikna út frárennslisgjald og vassgjald frá stærð húsa og einhverja ákveðna grunntölu og svo reikna út frá stærð húsa heldur en út frá verðmæti húsa. Og það mun breyta töluvert miklu, sérstaklega fyrir þá sem byggja sér nýtt hús og fá á það strax hátt mat, þá borga þeir mjög há gjöld. Og það er ekkert dýrara að grafa í dýrt hús heldur en ódýrt hús. Það er alveg sama lögnin að húsinu og frá húsinu. Og ég held að við munum sjá töluvert mikla breytingar til hins góða fyrir fólk. Nei, ég lofaði að segja ekkert um það sem Eydís sagði. Nei, hún Dýrun sagði. Þannig ég ætla bara að sleppa því. Takk fyrir hana, Ragnar Sigurðsson, við beðum ári, Geirsson Ragnar. Forseti, bæjarstjóri og getur bæjarfulltrúar lítið inn á það sem að Jón Björn kom hérna inn á áðan. Þá er það alveg rétt að við höfum í undanförnum fjárhagsáætlunum gert ráð fyrir því að ef til þess kæmi að það sé nauðsynlegt að fara í lántökur vegna framkvæmda þá sé það gert. En við höfum hins vegar alltaf gert ráð fyrir að taka ekki lán. Við höfum ekki verið að óska eftir heimildum í fjárhagsáætlun og undanförnum fjárhagsáætlun alveg frá árinu 2013 hefur það verið svo. Og í núverandi fjárhagsáætlun, það er að segja fyrir 2019 til 2021, þá er það þannig að lántökur vegna fjárfestinga eru sagðar eðlilegur hluti af starfsemi sveitarfélaga standi rekstur og annar borð undir skuldbindingum. Og það er alveg rétt. En svo hefur komið sá texti, þar sem að við gerum ráð fyrir því að segir bara beinlínis með leyfi forseta. Hvað fjarðabyr snertir er sveitarfélaginu og hinbóin skylt að vinna áfram að lækkun skulda meðal annars til að lækka vaxtagreiðslur og afborganir og hafa þannig aukið svigrúm til að auka þjónustu og byggja áfram upp innviði sveitarfélags. Og það er þetta sem við höfum haft að leiðarljósi. Og hort til ársins 2024 þegar afborganir lána falla niður. Minnka, draga saman. Og þess vegna hefur þetta verið stefna sveitarfélagsins undanfarin ár og við ætlum að leitast leiða til þess að halda þeirri stefnu. Það er auðvitað ekki svo að þó svo við séum að leggja fram bókun eða séum að móti einstaka málum að við séum ekki að vinna með einhverjum. Það er einhver eigin miskilningur. Þetta er ekki annarkvort eða. Það er ekkert óeðlilegt við það í stjórnmálum að fólk reyni á ákveðna hluti en sé eins og í þessum sal sammála flest annað. Að fólk get ekki verið ósammála einhverja einstaka liði og þá sértu bara ekki með. Við vinnum bara hér alla daga með meirihlutanum að ýmsum málum og höfum ekki verið að leitast leiða til þess að setja okkur á móti ákveðna hluti eða sitja hjá eða greiða atkvæði gegn. Þannig að það er bara einfallega rangt hjá Rúnari að hann þurfa að styðja eitthvað þar sem að meirihlutin sé að setja fram að öðru leiti sé hann ekki með. Þetta er einhver inn- og út á skiptingar sem ég skil bara ekki. Þetta virkar bara ekki þannig. Og ég, alveg eins og Rúnar kom inn á og ég fagna því lækkanir á fráveitukjaldi. Hins vegar var upphaflega tillagan hans snérum það að veri fast gjald á fráveitumálum. Ekki stærð húsa eins og kom fram hjá Eydísi. Og það kemur mér því óvart að hann ætla að taka þá stefnubreitingu upp. Hvað fyrir Ragnar, Eydís Ásbjörnsdóttir, við beðum ári Geirsson Eydís, ég bendist bæjarfulltrúum og þá hafa flestir sem tala tvisvar. Hafa það eitthvað? Forseti, þetta er alveg ótrúlega umræða. Þetta enn og aftur. Mér langar nú að byrja á því að ég og við í Fjarðarleistunum voru nú í minnihluta hérna í 8 ár og unnum bara með meirihlutanum á sama hátt og Rúnar Gunnarsson bæjarfulltrúi Miðflokksins hefur verið að vinna núna. En það er alveg greinlega búið að taka upp nýju vinnubrögð hér.
Hérna er verið að tala um populisma og þetta sé að koma óvart. En ég ætla bara að benda fulltrúum Sjálfstæðisflokksins á það að lesa málefnasamning Fjarðalista og Framsóknarflokks. Og þá það ekki koma á óvart að við erum og það er í okkar málefnasamningi að hafa gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Hér hefur komið fram að við höfum ekki haft efni á þessu. Við höfum ekki verið að taka lán eins og orðrómurinn er fyrir til að greiða niður skólamáltíðir. Þetta snýst forgangsröðun og þetta er bara okkar vegferð og ég ber alveg fulla virðingu fyrir skoðunum annara að vilja ekki fara þessa leið. En að vera að tala hérna populisma, þetta er alveg, þetta aðeins að ná sér upp úr skotgröfunum. Takk. Gafriðdís, vilja fleiri kvæðsljós í fyrri umræðu fjárhagsáætlun? Svo virðist ekki vera. Þá greiði atkvæðan það að vísa fjárhagsáætlun til síðar umræðu og í bæjarstjórn eða í fundaráætlun bæjarstjórnar eru fundir 14. og 28. nóvember og við stefnum svo sem aðeins og verið hefur að síðar umræða sé 14. en höfum 28. þá undir líka að því að samkvæmt lögum skal fjárhagsáætlun fara í umræðu fyrir 1. nóvember eða 1. nóvember en síðan hafa menn það ráðrúm sem við þurfa út árið til þess að ljúka. En við stefnum á 14. Ef allt svona gengur eftir en við höfum þessa 2 fundi þannig að það kemur bara til umræðin í bæjarráði þegar menn sjá hvernig gengur í því sem menn ætla að skoða, sérstaklega kostnaðargreiningu og fleira. En síðari nú byrja þetta atkvæða þeir sem er tilbúin að vísa fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2020-2023 síðar umræða í vinnslulega skeiðverki, sagði með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin bæjarráðs fundargerð nr. 636, orðið laust hana, við lengur hvað þessi hljóðs. Eydís Ásmundsdóttir við beðum orðið Gjelsfriðdís. Forseti, ég ætla að fara hérna yfir nokkur atriði í fundargerð nr. 636. Margir liðir þetta sem snúa að fjárhagsáætlun sem við erum búin að ræða. En það er fyrsti liður, það er Ungt Austurlands beiðni styrk og við vorum að taka sem sagt erindið fyrir aftur eftir að hafa falið íþrótta- og tómstundafulltrúa og forstöðumanni menningarstofu að funda með forsvarsmönnum félagsins og fara í verkefni næsta árs. Eins og framkemur í minnisblaði þeirra er tilgangur félagsins að vera málsvari ungs fólks á Austurlandi og helsta markmið er að gera Austurland að vanlegum búsetukosti fyrir ungt fólk og styrkja tengslanett ungs fólks á Austurlandi, auðga umræðu byggðaþróun á svæðinu. Ungt Austurlands hefur verið áberandi í að hvetja ungt fólk að mæta á kjörstað og kjósa en stærsta verkefni félagsins á hverju ári er náms- og atvinnusýning. Hún var sýningin að heiman og heim, en hún var haldin síðast haustið í september 2018 og næst á að halda hana núna á vormánuðum 2020. Það fé sem sveitarfélögin hafa styrkt Ungt Austurlands fer nánast allt í það verkefni. Bæjarráðið samþykkti að veita umbeðinn styrk að því gefnu að ársreikningar félagsins og fundargerð aðalfunda verið skilað inn. Og jafnframt er forstöðumanni menningarstofu falið að vera í samskiptum við félagið. Það liði 4 og lögð fram drög að samningi lagningu ljósleiðara heimtaka í Brekkuþorpi ásamt og minnisblað sem fylgdi því. Samningsaðilar eru Fjarðabyggð og Neyðarlínan sem tekur að sér lagningu heimtegarinnar og bæjarráð samþykkti að gerður verið samningur við Neyðarlínuna lagningu ljósleiðarans og með stuðningi fjarskiptasjóðs bæjarstjóra falið að útfæra samningin og undir þetta. Jafnframt verður útgjöld vegna samningsins fjármögnuð á framleiði sveitarfélags til ljósleiðaraverkefna þessu ári. Það liður 7. Það var umræða starfsemi tryggingamiðstöðvarinnar í Fjarðabyggð en fulltrúum bæjarráðs barst tölvupóstur frá aðila að
loka ætti umboði TM á Reyðarfirði áramót en í dag er TM með starfsstöð á Reyðarfirði og í Neskaupstað. Bæjarstjóra var falið að ræða við Tryggingamiðstöðina starfsemi þeirra hér í Fjarðabyggð. Það liður 8 húsnæði í hesthúsabyggð á Símonartúni. Það kom fram ósk að nýta húsnæði í hesthúsabyggðinni við Símonartún á Eskifirði. Þetta húsnæði hefur verið auglýst til sölu til niðurrifs eftir að ákveðið var að úthluta ekki fleiri lóðum í samræmi við aðalskipulag á svæðinu vegna ofanflóðahættu. Og með því nýti svæðið ekki sem frístundabúskapur, eða undir frístundabúskap. Það var óskað eftir að fá að gera kauptilboð í húsnæði til að nýta sem geymsluhúsnæði en á Eskifirði er ekki mikið landrými sem hægt er að fá til úthlutað fyrir þannig byggingar. Bæjarráð tók vel í beiðnina og vísaði henni til umfjöllunar í eignaskipulags- og umhverfisnefnd. Það liður 9, það barst fyrirspurn frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins var að stíg og bílastæði við Norðfjarðarvita. Bæjarráð fól bæjarstjóra og sviðstjóra framkvæmdasviðs að leggja fram svör á næsta fundi bæjarráðs. Og eins og áður kom fram aðri liðir hérna snúa að fjárhagsáætluninni en bæjarráð óskar einni ungmennafélaginu Austra til hamingju með 8-10 ára afmælið en haldið var afmælishátíð síðastliðna helgi í Valhöll Eskifirði og einnig sendir bæjarráð hamingjóskir til nágranna sveitarfélagana með niðurstöðum sameiningum kosningarnar síðustu helgi. Ekki fleiri. Orðið laust, Ragnar Sigurðsson beðum orðið, Geirs Ragnar. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og ákvöldu gestir. Varðandi fundargerð bæjarráðs nr. 636. Það er fyrst að fara hérna í lið 2.1, Ungt Austurland, beiðni styrk. Það var nú talsverð umræðum þetta inn í bæjarráðinu og öll hinn jákvæðnasta og öll erum við sammála mikilvægi þessa félags og viljum vekk þess allan. Þau sinna mikilvægu starfi gagnvart kosningaþátttöku ungs fólks og fræðslu og fleira. Þetta er hins vegar talsverðar upphæðir sem að fer í þennan félagskap og allt gott og blessað það að segja en ég hefði vilja sjá meiri sýnileika ungs fólks, félagskapurins Ungt Austurland hér í Fjarðabyggð og eins og kom fram hjá þeim núna þá hefur auðvitað mikið púður farið í það hjá þeim að hvetja ungt fólk til kosningaþátttöku í sameiningu sveitarfélagana í kringum okkur en aftur á móti þá hérna eru þetta það háar upphæðir að gera verður kröfu að starfsemi þeirra sé öflug hér í Fjarðabyggð. En ég ítreka það að sú orðræða er eingöngu til þess ætlast að hvetja þau til slíkrar starfsemi frekar en að draga úr framlaginu og ég vænti þess að hérna svo verði. Þá liður 2.13 gjaldskrá fasteignagjalda. Við ítrekuðum fyrri bókun okkar varðandi lækkun á álagningarstuðli og lögðum fram þá bókun og við stöndum við hana. Að sama skapi að þá styðjum við lækkun á stuðli fráveitugjalda eins og í lið 2.20. Við höfum frekar kosið að við höfum farið í lækkun á álagningarstuðlinum fyrir fasteignagjöldin en við teljum þessa lækkun á gjaldskrá fráveitu Fjarðabyggðar að finna góða og því styðjum við hana en að því sögðu þá hefðu við frekar kosið hina leiðina en þetta er gríðarlega jákvætt mál að gjaldskrá fráveitunar
sem að hefur áhrif á fasteignagjöldin sé að lækka og vissulega komið til móts við gjaldendur þar. Og þá fögnum við í jafnframt eins og kom fram í lið 217 varðandi gjaldskrá gatnagerðargjalda að stigið sé það skref sem að við fjöllum hér á síðasta bæjarstjórnarfundi að veittur sé 100% afsláttur gatnagerðargjalda og verður að segjast eins og að það hefur takmörkað áhrif við höfum verið að fara sem sagt þá leið að taka 100% afslátt fyrir gatnagerðargjöldin inn. Við höfum verið með 75% afslátt núna í 2-3 ár held ég. Og því miður þá hefur lítil innkoma sveitarfélagsins verið á gatnagerðargjöldum gagnvart íbúabyggð og hérna þetta er því ekki að hafa áhrif á fjárhagsáætlun eða neitt slíkt. Þetta hefur einfallega bara verið óverulegi fjármunir en með þessu viljum við hvetja fólk til þess að fara á stað í nýbyggingar og þetta er svona okkar viðleitni við það að vera ekki að taka gjald af slíku varðandi gatnagerðargjöld. Það fyrir Ragnar vilja fleiri hversi hljóðsundir fundagerð bæjarráðs. Svo virðist ekki vera. Ég ber henni til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hér næst á dagskrá fundagerð menningar og nýsköpunarnefndar númer 19. Orðið laustum hann vill einhver þessi hljóðs. Svo virðist ekki vera. Ég ber henni til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst fundagerð safnlendar nr. 12. Leiði opna mælendaskrá og skættir að fá að taka til máls aðeins og koma inn á nokkur atriði og reyndar svo sem tengist líka menning og nýsköpunarnefnd þar sem safnlend er undirnefnd þeirra ágætu nefndar. Kannski aðalega hérna í lið 1 sem er fjárhagsáætlun 2020. Það sem tengist héraðsskjalasafni Austfirðinga að beiðni þeirra. Eins og menn muna þá tókum við fyrra var óska eftir því frá héraðsskjalasafninu að það er aukið fjármagn til þess, til allra aðelda sveitarfélagana og við sem sagt Fjarðabyggð þá upplýsti það að bæði náttúrulega tók afstöðu til bæði safnlefnd og menningar og nýsköpunarnefnd og bæjarstjórn að við myndum ekki verða við þeirri beiðni. Við jafnframt mættum náttúrulega sóttum aðalfund héraðsskjalasafnsins eða bæjarstjóri sótti hann og tjáði héraðsskjalasafn frá því að Fjarðabyggð væri að skoða bara heildar skjalamál sín því að það liggur fyrir að þráttur að vera fulltrúar í héraðsskjalasafninu þá hefum við geymsluskyldu á skjölum heimi héraði til 40 ára og þráttur að héraðsskjalasafni sé góð og mæt stofnun þá væri það eðlilegt að sveitarfélag myndi að bara skoða þetta mál því að við erum orðið frekar umfangsmikið skjalasafn þá eins og minn gefur að skilja með stækkun sveitarfélagsins. Við höfum svo unni í þessu á safnlefnd og víðar hér í sjóðkerfinu á þessu ári. Erum með henni í tengslum við fjárhagsáætlun gerð úttekt á því húsnæði sem við erum að horfa til frá aðilum sem hafa unni fyrir Kópavog sem er nýbúin að fara í gegnum skjalasafnsmál og við afgreiddum þetta með sama hætti að við munum afgreiða framlögin verði með sama hætti á árinu 2019 og við munum ekki samþykkja aukið fjármagn sem héraðsskjalasafnið er að fara fram á vegna aukningar í sinni starfsemi að þeirra mati hvað var það persónuvernd og fleira. Þannig að við erum bara og munum ljúka þessu núna fyrir part árs hvernig við sjáum þessa framtíðar hugsanlega fyrir áramót en aldrei síðan í byrjun næsta árs hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Síðan er aðeins hér það er einhver misbrestur orðið á í fyrirhuga vettvangs fyrir Háskóla Íslands og Íslensk stríðsrannsóknir undir því bókun en síðastliðin ár höfum við fengið nema í safnafræðum til Fjarðabyggðar á söfnun okkar voru á sjómennasafninu í fyrra og er að koma núna á stríðsárasafnið hópur sem við höfum komið þá að styrt komið þeirra með tengslum akstöður austur og fæðu og húsnæði þeir stoppa hér í 3 daga út af þess að við höfum komið góð vinna þeir hafa skilað sér skýrslum með ýmsum hugmyndum og fórstöðum að safnastofnunar hefur verið mjög ánægðir með afraksturinn af þessu þetta er minni háttar kostnaðar á móts við þetta og safnnefndin samþykkt að við myndum standa þess með sama hætti. Þetta verður í mars núna á komandi ári. Ég láta aðtóða þetta var bókað en hefur einhvern vegna ekki skilað sér inn í allan fundargerðarsögun út en safnnefnd fórstöðumann safnastofnunar að ganga frá þessari vettvangsferð með sama hætti. Við vorum að horfa á kostnað alltaf 500-600.000. En síðan er hér mál sem náttúrulega hafa núna farið inn í fjárhagsáætlun sem ég er afskaplega ánægður og stoltur að safnlefnd og menningar og nýsköpunarnefnd hafi tekið undir og bæjarstjórn að við séum að gefa gjaldfrjálsan aðgang að bókasafninu Fjarðabyggð.
Þetta hefur ekki verið sá tekjuliðurinn, sértekju bókasafn allar í Fjarðabyggð um 600.000 á ári og inn í því eru sektir sem við munum áfram heimta þó það sé nú eflust ekki stóri liðurinn. En með þessu erum við að, eins og kom fram í máli Eydísar hérna, við erum að styðja við læsisáttmála, við erum að ýta undir fólk nýti sér bókasafn og ég get sagt ykkur það að útlán á bókasafn vilja taka sama fyrir mjög daginn, Fjarðabyggðar eru með miklum ágætum. Við erum að horfa til þess að auka lítilslega allavega líka bókauparlíkilinn í þessum söfnum. En sko, bókasafni eru miklar menningarstofnanir og við höfum að umgangast þau þannig og reyna að svona gefa þeim ákveðin sess og það er ekki síst líka að horfa til sumarlokana sem við höfum verið með árabil en voru til þess ekki í Breiðdal áður og hafa aldrei verið, að við horfum til þess næsta sumar að vera með svona minni afleysingu, minni áttar afleysingu þannig að bókasafni verði opinn yfir sumartíman einu sinni í viku til þess að fólk geti skilað og fengi bækur á þessu því að það er líka bara nauðsynlegt bara upp á aðgengi líka barna og unglinga yfir sumartíman að söfnunum. Þeim hafa verið lokað sumum frá 4 upp í 6 vikur sem er náttúrulega ekki ásættanlegt. Þannig við teljum að þetta sé lítils háttar kostnaðarauki þannig að það getur komið starfsmenn inn sem nú þegar eru að verða að vinna hjá okkur í sumar þannig að þetta verður, ég held að þetta verði aðeins svo í tengslum við lið 6 og 7 sem tengist annars fyrir uppbyggingu Bragga við Íslenska stríðsafnið og síðan hönnun og lóðis. Íslenska vitum náttúrulega til safnnemnda var stofnað vegna sem við eigum gríðarlega mikið, bæðið við mikið af söfnum og við mikið auð í söfnum Fjarðabyggðar. Þau eru mörg og við eigum bæði söfn, sveitafélaga fulli eða aðildasöfnum og þess vegna ákváðum að setja alltaf áherslu á þennan málaflokk. Við þurfum að fjölga, auka notkun, þau eru aðdráttarafl fyrir ferðamenn, þau eru líka menningararfur samfélagana og við þurfum að auka notkun þeirra. Þetta sé ekki bara eitthvað sem opnað í 3 mánuði ári og búið. Þess vegna erum við að vinna því núna og horfa til þess að hvernig við getum aukið það líka. Þau hafa svona, við höfum reynt að framkvæma í þeim milli ára. Við ætlum að setja sérstaka áherslu á stríðsafnið á næsta ári sem ég er raskar bánað því að Íslenska stríðsafnið á Reyðarfirði held ég að mínu mati og söfn Fjarðabyggðar eru gríðarlega merkileg. Og það er mjög merkilegt að koma ekki í stærra samfélagi en Fjarðabyggð og sjá þessa flóru sem við eigum, náttúrugripasafn, franska safnið, stríðsafnið, sjómennasafnið, allt þetta. Stríðsafnið er þetta líka alveg einstakt safn að mörgu leyti á íslenska vísu. Við erum eina safnið sem er að segja sögu þessara ára, stríðsárana sem voru umbrotatími og við getum sagt kannski efnahagslegra uppbyggingar Íslands fyrir alvöru sem stríðsárið voru. Hvernig sem við lítum á stríðsárin eða hersetningu eða hvað sem annað sem það voru. Það eru herminjasafn til annar staðar í landinu en þetta safn einbeitir sig þessum árum. Fyrir Reyðarfjörð voru þetta alveg þetta ímynda ykkur þennan tíma þegar Reyðarfjörð var hersetin. Hér bjuggu 300 manns og hér voru 3000 hermenn af 4 þjóðurnum þegar mest lét. Bretar, Bandaríkjumenn, Kanadamenn og Normenn. Og þið getið ímyndað ykkur þennan litla stað og þess vegna hef ég alltaf þótt alveg óskaplega vænt stríðsafnið og talið það að í því felist mikið tækifæri fyrir Fjarðabyggð að hlúa því. Við höfum gert það með miklum ágætum hætti, við höfum aukið safnakost þess, við höfum bætt húsnæðiskost. Núna horfum við á það að ljúka bragganum sem næst húsinu stendur, hann er svona hálfa leyti búinn í uppgerð. Og horfa til þess að þar verði samkomu salur líka og vonandi tekst okkur að koma því í gegnum fjárhagshöllun og annað slíkt hjá okkar áætlanir að ljúka þessari, þetta er minni háttar mál fjárhagslega orðið. Þannig að þarna verði salur sem bæði nýti safninu, auki starfsemi mögulega þess og líka fyrir reiðfinninga þá salur sem geta leigt til veislu og samkvæmishalda sem ég held að skorti líka vissuleyti hjá Reyðarfirði eftir að Félagslundur náttúrulega fór í það hlutar sem hann er núna í og Reyðarfjörður náttúrulega stækkaði. Þannig að síðan þurfum við að fara í braggana hina með það fyrir augum að gera þá að sýningasal fyrir bifreiðarnar. Bifreiðarnar þola afskaplega illa að standa úti yfir sumartíman þó við séum að sýna þann hátt og hýsum þar yfir vetrartíman. Þannig að þeir geti verið sýndir þar og nú er meðal hans að koma og við hefum svo notið þess að við erum að fá núna eina bifreið sem Rafveita Reyðarfjörður er að færa safnuna gjöf sem er sjúkrabifreið, bandarísk Dodge bandarísk sjúkrabifreið sem við keyptum núna í Reykjanesbæ og mun koma núna hingað á svona næstu vikum til Reyðarfjarðar og verður hluti af sýningun okkar næsta sumri.
Jafnframt þessu ætlum að fara í hönnun og lóðinni, það er mjög brýnt að samkvæmt deiliskipulagi þá er lóðin í kring safnað svæði, við þurfum að hanna lóðina, við þurfum að láta braggan hverfa sem er seinni tíma braggi, ferkantaði bragginn sem er fremstur á lóðinni þegar komið að, hann var hvítur, einu sinni er nú sama lit og hinir. Þetta er braggi sem var byggður löngu eftir stríð, það var fiskverkun hérna, eða vísir að fiskverkun hann frá og er náttúrulega bara orðin mjög lélugur, á ekkert heima á þessari lóð, hann þarf að hverfa nú næsta ári og við þurfum að hanna lóðina með aðkomu bílastæði og náttúrulega bara gera hana þannig að þetta verði, upplifunin verði þannig þú kemur á svæð, þú sett komin á þetta samsvæði. Þannig ég held að sé mjög margt spennandi sem ekki þarf að kosta hennar stóra fjárhæðir en við þurfum að hlúa vel að stríðsöfnum og eins og öllum okkar söfnum. Síðan erum við að horfa til Eskiferðar í framhaldinu líka og við eigum það náttúrulega aðelda sjómannasöfnu og þar þarf að fara að horfa betur á það í tengslum með ýmsar breytingar sem það eiga sér stað líka í skipulagsmálum. En þannig að þetta vildi svona komin á í safnefnd að hvað safnefnd hefur fyrir stafni. Fleira ætla ekki að segja, orðið er laust. Engin Guðs ljós sem ber upp fundargerð safnefndar, hún er sagði með 9 atkvæðum. Þá er að fundargerð barnaverndarnefndar númer 107, orðið er laust. Engin Guðs ljós sem ber upp safnefndar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum komin liðin almenn mál og það er fyrst liðurinn jafnréttisstefna 2019 til 2023, síðar umræða. Eins og ég kom inn á því ég fylgdi jafnréttisstefnu endurskoðari hér úr hlaði eða mælti fyrir henni hér úr síðasta fundi bæjarsnar í fyrri umræðu, þá gera lög ráð fyrir því að innan við ári eftir sveitarstjórnarkosningar skuli jafnréttisáætlun sveitarfélags vera tekin til endurskoðunar og uppfærslu að breytinga eftir sem þurfa þykir. Félagsmálanefnd hefur nú lokið þeirri, félagsmálanefnd er starfandi í jafnréttisnefnd Fjarðabyggðar einnig, hefur nú lokið yfirferð sinni og eins og komið var inn að þá er svona ýmsu breytt í bæði orðalagi út frá nýjum viðmiðum, hvað sem tengist kynferðislega áreittu og kynferðislegu ofbeldi og aðgerðin gegn því og leið eru komin inn markmið og mælanleg markmið inn í áætlunina og ábyrgðaraðila fyrir þeim markmiðum. Svo eitthvað sé nefnt í breytingum. Áætlun hefur ekki tekið breytingum milli umræðna og hér er opið fyrir síðar umræðu milli einhvers ljós. Svo verðist ekki verið í bera náttúrulega atkvæða og hún er hér með samþykkt jafnréttisstefna Fjarðabyggðar fyrir 2009-2023. Þá er hér næst liður Bakkaveg 5 umsókn stækkun lóðar eins og kom inn á áðan er að fara í henni sem sérstakur liður þráttur að fundargerð eignarskipulagningarnefndar hafi verið tekin inn með afbrigðum á síðasta fundi. Ég hef óskað eftir að fá að víkja vegna tengslaði málið sem starfsmaður og Eydís Ásbjörnsdóttir tekur við stjórn og stýrir umræðum með afgreiðslu. Gerðu svo leiðis. Þú kallar svo á mig það. Já, hér tökum við lið 7 til umræðu atkvæðagreiðslu. 740 Bakkavegu 5 umsókn stækkun lóðar. Óskum staðfestingu bæjarstjórnar á grenndarkynningu. Lögð fram að nýju eftir grenndarkynningu lóðarumsókn Sún. Dagsett 30. ágúst 2019, þar sem sótt stækkun lóðarinnar við Bakkaveg 5 á Norðfirði, til vesturs að göngustíg samsíða Bakkalæk. Gert ráð fyrir að stækkun verði nýtt fyrir viðbyggingu við núverandi húsnæði á lóðinni. Leiksvæði á umræddu svæði hefur verið aflagt. 7 athugasemdir bárust vegna grenndarkynningar. Lögð fram umsókn sviðsstjóra umhverfis og skipulagssviðs vegna athugasemda, dagsett 19. október 2019. Eignarskipulags- og umhverfisnefnd telur athugasemdir ekki þess eðlis að hafna beri umsókn stækkun lóðar. Og hér erum við að taka til endanlega afgreiðslu og vill einhver kveða sér til hljóðs. Svo virðist ekki vera, þá ber ég lið 7 upp til samþykktar og hann er samþykktur með 8 atkvæðum. Þá má forseti koma í sal. Þakka fyrir Eydís. Já, góðir bæjarfulltrúar, þetta var síðasta mál á dagskrá. Hér fundar í dag
Ég þakka bæjarfundurum fundarsýttunum og góðar umræður. Eins og áður sagði þá eru fundir bæjarstjórnar í nóvember vegna þess að við erum hér á 3. fundi í október og síðasta degi mánaðarins. Þá eru þeir 14. og 28. nóvember. Gert er ráð fyrir síðari umræðu fjárhagsáætlun þann 14. að öllu óbreyttu en upp á höfum við fleiri dagar hlaupa. Síðan verður einn fundur í desembermánuði. En ég segi þá fundi slítið og þakka fundarsýttuna.